Gerum þetta brjálæðilega stemningu hérna. Það gerist ekki stærri þessi rimma. Þeir eru ekkert að tefja þetta, fara bara beint inn í teig. Það er auðljóst, þeir ætla að dæla boltanum á Stevens og láta reyna á gamla mannin. Já, þetta verður hérna, Palli verður þreyttur á morgun ef þetta verður raunin. Nú hafa þær alltaf skipt hann og Hjörtur fær hugsanlega kljást við hann núna á eftir. Já, klárlega. En þetta, akkurat það sem var að gerast núna, þetta vilja Njarðvíkingar. Að þeir vilja að mín sætti sig við að skjóta bara fyrir utan teig. Það er skemmtilegt að fylgjast með Reggie og Bono í kvöld. Já, það verður hörku barátta. Gríðarlega sterkur varnarmaður Reggie og sömuleiðis sóknarmaður í Stefán. Já. Gummi var funheitur í síðasta leik. Spurning hvernig hann tekur, hvernig þessi leikur verður. Hann þrífst í svona leikjum. Algjörlega. Hinn Njarðvíkingurinn liður Keflvíkinga, fyrstur á blað. Magnús Traustason. Reggie ætlar að gera kvöldi langt fyrir Bonneó, dekkar hann alla völl, allan leikinn. Þetta er mjög erfitt skot fyrir Stefán að vera að skjóta yfir Stevens. Svona langt utan á velli. Það er spurning hvað er erfitt skot fyrir þennan mann? Já, ég meina það er... Þú vilt frekar taka auðveld skota sem enginn er í þér. Jú. Reggie setur þrist. Keflvíkingar byrja betur, 5-0. Sjá hér Palla stekja. Sjáu þið Palla maður, gríðarlega vel gert. Hvergibankinn. Já. Þetta er gríðarlega vel gert hjá Palla. Og leið lélegur varnarleikur hjá Stevens. Hann svona braut aðeins í sig. Það var smá einhver skjálfti í Njarðvíkingum og hann tók af skarið. Þú sérð hérna skipulagið, þeir vilja bara fá hann inn í. Eins og ég sagði á hann, þetta er það sem Njarðvík vill. Hann er að sættast, þetta er annað skoti sem hann tekur fyrir utan teig. Já. Daði virðist að hafa meitt sig eitthvað þarna á þessu skríni. Nei, hann gefur þumalinn að sé í lagi með hann. Ammi Stevens kominn á blaðið. Frábærlega gert. Þetta var mjög vel gert hjá Birni. Njarðvíkingar verið að sækja á körfuna strax í byrjun. Maður hefði kannski búist við 3 stiga skothríð. Já, klárlega, sko. Þú sérð að þeir eru alltaf að ógna með 3 stiga skotum. Og þeir eru alltaf, vörnin og Keflavík fer alltaf framar og framar. Og þetta er náttúrulega mjög vel gert hjá Birni að sækja svona sterta körfunni. Illa Karakó, setur víti niður. Setur Njarðvík upp svona hálfgerða pressuvörn. Þetta er pressuvörn en hún er ekki stíf. Palli þarf að hafa sér allan við að ýta Stevens úr teignum þarna. Já. Og fær villu. Palli er nú ekkert lítill maður, en Stevens er stærri. Lína! Já. Dæmdur ruðningur. Er Palli ekki bara að spila góða vörn? Jú, hann er léttur á fæti. Hann er á undan honum. Já, hann er ekki búinn að bæta miklu á sig síðan hann lagði skóna síðast á hilluna.
Þetta er bara skemmtileg framhaldssaga. Hann er búinn að stoppa nokkur sinnum. Já, hann kom eftirminnilega síðast og hjálpaði Njarðvíkingum þegar húnarnir mættu til leiks hérna, hungurstrákarnir Elvar Friðriks og fleiri. Já. Þá hélt maður að hann væri nú á síðustu drópunum. Bonni má ekki vera kærulaus eins og hann var þarna á móti Reggie. Og sér það mikil hérna taugaspenna hjá þeim. Þannig bæði Bonni og Logi hitt ekki neitt. Nei. Enn og aftur, náður að keyra að körfunni. Já, vel gert. Mér finnst nú bara algjörlega magnað að sjá þennan mann hlaupa hérna á vellinum. Miðað við þau meiðsli sem hann er búinn að fara í gangi í gegnum. Hann virðist vera ótrúlega fljótur að jafna sig á þessum meiðslum og kemur jafn svona explosive sem hann sletti tilbaka. Eða það er kannski eftir að koma í ljós. Var villan dæmd á Amin Stevens. Nú taka áhorfendur við sér. Ég bara ekki róla þess að. Okay. Amin Stevens kom með 3 villur strax. Þannig að Keflvíkingar gætu stór alvarlegt mál. Hann skildi ekki að vera tekinn af leikvelli með 2 villur í fyrsta leikluta. Það finnst mér vera svakalegt. Það breytir þessum leik allt svakalega. Já, ég myndi segja það. Nú er spurning hvort að hann muni spila bara það sem eftir er fyrir hálfleiks. Og núna eru liðin bara jafn stór. Það má segja það. Davíð Páll vissulega kemur. Vel gert hjá Daða. Það var að koma hraði í leikinn. Vá. Snjólfur er mjög æstur. Hann er orkuríkur leikmaður. Já. Gríðarlegur kraftur í þessum strák. Já, hann er mjög flottur. En þetta þarf að lærast eins og annað. Þetta sé maður ekki oft. Nei, en þetta er rétta sem Daði var að segja. Ég sá hann stoppaði bolta með fætinum, en dómarinn sáu það ekki. Það er bara svoleiðis. Það er partur af leiknum. Já. Eins og í gær í Grindavík, bara dómarinn sá hann ekki stíga út af. Skref, þetta er rétt. Skref á Björn. En er svolítið stressi í Njarðvíkingum. Já, það er á báða vegu. En þarna Björn tók ekki eftir því að hann dró svo kallan pivotfót. En hann dró hann alveg greinilega. Þetta er bara allt í járnum, 7-7. Tæpa 5 mínútur búnar. Það heyri það er spenna bara í stúkunni. Það er svona áhorfendur hafa frekar hljótt að bíða eftir að eitthvað stórt og mikið gerist að þetta komist almennilega í gang. Logi er alveg frábær varnarmaður. Þú sér það, þú vilt helst ekki hafa hann andandón í hálsmálið og koma upp með boltan. Hann þótti nú ekki alltaf góður varnarmaður. Hann hefur bætt sig gríðarlega síðar árin á ferlinum, finnst mér.
Logi er bara búinn að vera ótrúlega vinnusamur í gegnum allan sinn feril. Og búinn að taka gríðarlegum framförum bara á hverju einasta ári. Já. Talandi Lóa Gunnarsson, risa þristur. Þetta er eitthvað sem Njarðvíkingar þurftu. Já. Ég veit ekki hvaða litapalettu hann er með hérna, Daniel. Hann er kallandi hvítur og bleikur og alla. Það er greinilega varnirnar hjá þeim. Ja. Þeir eru að sækja fullt af villum. Já, þetta var vel gert hjá Snjólfi. Hann bara óbeint á körfuna og mjög áræðinn og hann var erfitt að klára svona, þú ert komið mann undir þig. Gott að við myndum sjá hvað væri búin að fara ofta á línuna Njarðvíkingarnir. Þeir eru búin að taka, þetta er víti númer 4 og 5. Já. Þeir eru búin að hitta úr öllum vítunum. Hver heldur þessi tilgangur með þessari pressu svona? Þeir eru bara að hæja á sóknin hjá þeim, láta þeir fá minni tíma. Svo að þeir raun og veru ekki komnir inn í sóknin og það eru 10 sekúndur eftir. Já. Þetta var ekki vel útfærður sóknarleikur hjá Keflavík. Enn og aftur brjóta Keflvíkingar. Njarðvíkingar eru að keyra á körfuna. Þeir eru búin að taka núna, þeir eru að taka víti nummer 6 og 7. Það er bara meiri áræðinni í Njarðvíkurliðinu. Já. Eins og staðan er núna. Þeir sóttu inn í teginn þó að Stevens væri inn á hann uppaf en eftir að hann fór út að þá náttúrulega ganga þær á lagið enn frekar. Já, klárlega. Kemur Jón Arnór inn á fyrir Bonnió. Þessi strákur er búinn að vera að fá kannski aðeins fleiri mínútur en maður bjóst við, eða margir byggust við. Já, ég meina þetta er bara strákar á þeim aldri sem að stíga inn núna. Þetta eru strákar sem eru 18 ára á þessu ári. Og það er þeir hafa nú verið yngri að sjá sterk hreyfing á Davíð Páli. Gríðarlega vel gert. Stóri strákurinn á vellinum, finna fyrir sér. En eins og ég segi, strákar sem eru 17-18 ára, þeir hafa nú oft verið að stíga sín fyrstu spór og sumir verið með stór hlutverk á þessum aldri. Jóhann Árni með þrist. Kom aftur heima hana fyrir þetta tímabil. Hann hefur kannski verið svona viss vonbrigði, menn byggust við kannski. Já, þeir byggust við meira, en hann er búinn að, ég er sammála, hann er búinn að vera full rólegur. Hann þarf að láta meira til sín taka. Hann kannski veit best af því sjálfur og vil láta finna fyrir sér, sjá hann farið boltan undir. Geigar. Þryggjastega skotin. Davíð með sóknarfrákast. Nú er bæði lið að skjóta langt fyrir utan. Reggie hitti á hann upplifið síðan þessi funnheitur en þetta geigaði. Í fyrra var hann náttúrulega ótrúlegur fyrir utan þryggjastelínuna fram eftir tímabili. Hverju skýtur þessi maður ekki meira? Já, það er spurning maður. Það er Hann er frábær skytta. Já, hann er mjög góð skytta. Logi Geigar og þrist. Við erum búin að sjá mikið af þryggjastega skotum hérna í dag. Með svona lítil lið, þetta verður eflaust mikið skotið fyrir utan. Já. Davíð með langan tvist. Hann kemur óhræddur inn á. Hjörtur að koma inn á samt Bonnió. Bíða eftir að komast inn á.
Jóhann Árni með annað skot. Sjá það sem við vorum að tala áðan, að þeir eru að sækja körfuna. Núna eru allir að sætta sig við virðist vera, mjög margir, nema þá kemur Reggie og dræfar að körfunni. Nú er að sættast meira við stökkskot og langt fyrir utan jafnvel. Keflvíkingar komnir með annan nokkuð stóran hérna, Andra Dan inn á. Andri Dahl skipti við Magnús Má. Þessi leikur er bara í járnum. Já, menn er að vera að rúlla á nokkuð mörgum leikmönnum strax. Nú ætti þessi öll spenna að vera farin úr skrokknum. Sjá, Reggie er bara leifur honum ekki að fá boltan, hún er bonnið á. Þetta er bara eins og handboltanum, hann er tekinn úr umferð. Þessi hefði mátt þetta. Já, það er bara... Dómarinn er partur úr leiknum, boltinn fór í dómarann. Það er að aukast aðeins svona harkan baráttan, eins og þú segir, menn eru orðnir heitir og fiðringurinn farin að mestu úr maganum. Keflavík með 25% nýtingu í... Já, þetta er... Ásenningsvilla. Já, þetta er það sem að margir, eins og þú segir, þetta var einu sinni ásenningsvilla. Í dag er þetta kallað óíþróttamannsleg villa. Já. Og er það peysutógið bara? Peysutógið. Hann tókaði peysuna hjá honum, það sást alveg greinilega. Og það er ekkert annað en óíþróttamannsleg villa. Óíþróttamannsleg villa er 2 skot og boltinn aftur. Já. Klaufaleg villa hjá Njarðvíkingum. Þeir eru bara ákafir. Já. Og það er hérna skotréttur. Já, því leitinu til kannski ekki góð villa að gefa. Þetta kemur óvart. Njarðvík er ekki nema búinn að taka 5 þriggjastiga skot en Keflavík er búinn að taka 8. Já. Bæði lið búinn að hitta 2 af úr sínum tilraunum. Alvöru skrín hjá Hirti. Já, Reggie eftir að muna eftir þessu. Jón Arnór setur þrist, þetta var vel gert hjá honum, virkilega vel gert. Það er í svona leikjum sem að ungi leikmenn vilja láta ljósið skína. Klárlega. Það vilja allir láta ljósið skína í svona leikjum. Meira segja Palli. Við erum að vinna þá krakkar sem er að skjóta þetta. Við þurfum að vera komin á þetta góður og vera klár. Strax og leikmyndir búinn. Nú eru 30 sekúndur eftir, það er mjög ólíklegt að Njarðvíkingarnir reyna að taka svo kallað 2 fyrir 1. Reyna að ná 2 skotum á þessum 30 sekúndum. Nei, þeir ætla bara að setja upp og þá verður eitthvað eftir á klukkunni fyrir Keflavík. Sjáka setur. Þetta var... Hann er hraustlega tekist á. Já, þetta var... Það má alveg færa rök fyrir því. Maður sér að stundum eftir að flauta að menn svona blokka skotin í burtu en rífi mennina hreinlega í burtu svo maður sé að þetta kannski ekki alveg. Enda var Daniel mjög hæstur og fekk aðvörun, þannig að hann er búinn að fá sína fyrstu aðvörun.
Næst þegar hann lætur heyra hressil í sér, þá var hann dægnuviti. Nú voru að sjá hvort að Keflvíkingar setja upp í gott kerfi. Já, ég meina þeir eru bara nánast með fulla skottglöggu. Þeir vilja klára, ef við skulum segja að þjálfarinn vill að þeir muni klára sóknina þannig að Njarðvíkingarnir fá ekki skot. Það kemur Gummi og tekur skot. Sérðu, þetta er ekki klárt. Sérðu, það eru 4 sekúndur. Jóhann náði skotinu en erfitt var það. Já, Keflvíkingarnir voru heppnir þarna. Guðmundur Jónsson hefur nú alveg þekktur fyrir að vera hvatvís svona í skotvali, þannig var það kannski full bráðar á sér. Já, ég veit að þjálfararnir vildu þetta ekki. Ja. Talandi þjálfararna, nú eru svona ný teymi hérna beggja vegna við okkur. Hvernig líst þér á nýju mennina í brúnni svona hjá báðum þessu liðum? Ég meina það er bara... Það er ekki ég sem bjóð til það máltæki að tímarnir breytast og mennindir með. Ég meina, mér finnst það bara ekkert af því. Ég meina þetta er náttúrulega Siggi ætlaði að vera með Keflavíkurlið en var greinilega ekki nú heilsu hraustu til þess að takast á við þetta verkefni. Og Hjörtur sem var honum til aðstofar tekið við og núna er Gunni komin honum til aðstofar. Það er bara, þeir verður bara að fá að reyna þetta. Þetta eru strákar sem þú náttúrulega þekkir, spilaði með til margar ára. Er góðu þjálfarar hann á ferðinni? Já, ég meina, þeir eru náttúrulega, þeir eru að stíga sín fyrstu spor með kallaliði, sko. En það er eins og ég segi, það er ekki hægt að meta það nema að leyfa þeim að pröfa. Og Daniel er líka að stíga sín fyrstu spor með kallalið. Hann var með kvennalið Grindavíkur í fyrra og gerði það ágætlega. Það var nokkuð djörf ráðning þótti hjá Njarðvíkingum. Já, en ég meina eins og ég segi, það er alveg eins og ég var að tala ákvörðun áðan. Það er ákvörðun Njarðvíkinga að vera með Stefán Bonni og hann er ekki stóra leikmaður. Og það er ákvörðun að ráða þessa menn. Það er bara að standa og falla með þeim. Akkurat, það eru... Og það er það sem á að gera þegar menn taka ákvarðanir. Sjálfsögðu. Við sjáum að Stevens er ekkert á leiðin inn á neitt í bráð. Nei, mér finnst sko, ég væri svolítið hissa að sjá hann inn á í fyrri hálfleik. Fyrst hann með 3 villur. Já, algjörlega. Bono. Já, þetta var klárlega villa. Enn og aftur er hann að vera að brjóta á Bono og nú er 3. stiga skoti. Já, hann plataði Reggie alveg upp í loft og svo kom Ágúst í hann og hann braut á hann og hann sást allavega frá hann eins og ég sitt. En maður sá þegar Bono fekk boltan, hann hikaði svona aðeins á fyrsta tempó. Maður hefði kannski vanalega séð hann taka þetta skot. Já, Reggie var að koma fljúandi út á mótunum, sko. Já, það er ekki sama hvaða varnarmaður það er. Nei. En hann er að halda sér þokkalega heitum á vítalínu. Hann er að setja víti sín og þannig að þetta er kannski góð svona uppbytun fyrir hann ef að 3. stiga skotin detta svo niður á eftir. Njarðvíkingar leiða hérna með 3 stigum. Við sjáum hérna stigatöfluna niður í vinstra horninu. Sko, Njarðvíkingar eru búin að taka 11 víti. Á meðan að Keflavík er ekki búin að fara á vítalínuna. Jú, fyrirgefðu. Keflavík með 6 og 8, fyrirgefðu. Lítið eftir á skotglöggunni. Reggie með rosalega þrist. Það kemur með Reggie bara alveg á. Eftir að Njarðvíkingar náðu ekki að svara. Eftir að Stevens fór út af þá hefur Reggie tekið á sig að taka fleiri skot. Já. Ágúst Orrarsson. Þar fer mikil 3. stiga skytta og ef hann hitnar þá er voðum vís fyrir Njarðvíkinga. Já, nú fekk hann hérna greitt tilbaka áðan þegar hann braut á sér í 3. stiga skoti. Já.
svo er það aftur á móti með Stevens. Núna er hann búinn að fara í gegnum svona venjulegu rútínu auðvitað hitu. Fer út af strax, situr allan fyrir hálfleikinn eða megnið á honum. Spurning er hvernig hann er stemdur þegar hann kemur aftur inn á. Hann náttúrulega snar kólnar við þessa Becker setu. Algjörlega, hann bara menn eiga það til að bara stífna upp og detta bara úr takti við leikinn. Og hann virtist einhvern veginn ekki koma í takti við leikinn, maður sá það, hann var svona... Já, hann var allan að sætta sig við að taka skot bara á móti Palla. Já. En nú aftur er brotið, við erum bara að vera svolítið... Þetta er töluvert fast spilaður leikur, það er mikið um að svona pústra. Þannig að vera í baráttunni hérna Bítlabæinn. Já. Og nú, vel gert hjá Reggie, hann ver þetta skot. Bono þarf að hafa virkilega mikið fyrir þess að móti Reggie. Já. Reggie er virkilega sprækur. Já, ef það er einhverju sem getur skákað honum, þá er það hugsanlega Reggie. Já, ég meina hann er, eins og ég sagði áðan, það er bara, ég var að nefna það með Loga, þú veist, Reggie er alveg á sama stað. Þú ert að spila leik á móti svona mönnum, þeir eru bara andandun í hálsmálið á þeir allan tíman, sko. Og Reggie er gríðarlegur íþróttamaður. Já, það er fáir í deildinni í betra formi en þess maður. Já, hann er í mjög góðu líkamlegu formi. Enda það rann boltinn úr höndunum á honum. En nú aftur fær Bono villu. Þarna var klafsað sem hann, já, þeir lendar heillega bara saman. Já, þetta var óvílega verk. Þetta var ekkert. Ég hef alltaf sagt að ef menn ætla að gera eitthvað þá fer það ekki á milli mála. Já. Þá fara þeir að bregða fyrir mann fæti eða kýla menn eða eitthvað. Þetta var ekki svoleiðis. Var þetta þannig í leikjunum í gamla daga? Já, það kom allavega ég man eftir einum það sem að endaði hérna út við vegg hérna með slagsmálum. Ég held að þeir hafi verið fleiri en eitt. Þið og Örlygsbræður og fleiri voru hérna á sínum tíma. Gott að góð sannarkenndur leikmaður endaði ekki upp í stúku hérna eitt leikinn. Adam Eiður. Já, vel gert. Já, hann er ekkert að hika við þetta. Þetta er rosalega flott að sjá. Þeir eru að koma svona ungi strákar inn á. Hann var að koma inn á. Þannig að mér er alveg sama. Hann bara tekur þrist bara leið og kemur inn á. Það er mikið skita þessi strákur líka. Davíð Páll. Vel gert hjá Davíð. Hann er risi meðal drengja hérna í teiknum. Davíð er bara eins og sér þegar hann er að snúa sér af þeim, hann er bara miklu þyngri og þeir... Sóknarvilla dæmd á Bono. Hvað sé, Bono virðist vera orðinn pirraður hann, það er ekki auðvelt að higa við Reggie og Gummi Jóns fyrir að skipta sér hlutunum líka. Það var dæmt ólögleg hindrun á Snjólf. Þessi leikur er bara standundi nafni, þetta er bara bikarleikur, jafnt á öllum tölum og 7 mínútur ennþá eftir að fyrir áleik. Sjáðu hvað sóknin hjá Keflavík er komin langt út á völl. En fyrir vikið skapast á líka pláss fyrir Davíð Páll í teiknum. Já. En þeir hérna, varnarleikur hjá báðum liðum er það, hvað maður að segja, aggressífur. Að, þú veist, sóknar aðgerðir eru komnir bara langt út fyrir þriggjastigalínu. Sérðu Björsak hvað hann er komið langt út. Þeir íta þeim bara lengur og lengur út. Adam Eiður aftur. Geigar þessi sinni. Og enn og aftur Villa. Leikurinn fær ekki að fljóta mikið þessa stundina. Það er svolítið verið að flauta og brjóta. Kemur skipting. Þannig er eitt svakalegt efni úr Keflavík. Arnór Sveinsson. Það kemur ekkert óvart að fengjum að sjá einhverja hálofta fimmleika. Það allavega búið ykkur undir það ef þessi strákur fær boltan í nátt við körfuna. Hann er hérna,
Þessi strákur bara, hann fæddur 2000 og eins og ég segi, búinn að fara í gegnum yngri flokkana og gríðarlega hæfileikaríkur. Já, það sem hann hefur kannski fyrst og fremst þessi, hvað hann rosalega mikill íþróttamaður. Já, en þar nýtur hann ekki þeirra yfirburða hér eins og hann hefur gert alla ævi í yngri flokkanum. Sjáum Davíð hér aftur, að setja hann stöðufæri í tegnum. Davíð Páll að spila virkilega vel. Hann sannarlega fyllaði skarðið hans Stevens. Já. En og aftur Njarðvíkingar að fá boltann langt úti eins og þú segir. Bono. Þarna dettur það hjá honum. Njarðvíkingar einu stigi yfir. Svo sóknin á Keflavík núna. Reggie driplaði þá getur alveg 12 sekúndur eftir og gaf hann út í horni, fekk hann aftur og skaut. Þetta ekki mikil sóknarleikur. Bono, erfið þristur. Setur hann 2 í röð. Já. Þetta vel gert. Keflavík vill ekki hleypa honum í þetta. Hann vill ekki leyfa honum að byggja upp þetta sjálfstraust. Nei, það hefur marg sýnt sig. Þegar hann dettur í gang þá getur hann klára leikið þessi maður. Hann mæði mikið á Reggie, maður sér það. Ég meina, hann flottu varnarleikur hjá Njarðvík. Frábær segla hjá Reggie. Já, gríðarlega vel gert. Hann grimmur. Já. En sjáðu, þetta svona þegar leikurinn búið að flauta, þá kemur alltaf, þetta svona í annað þriðja skipti sem kemur svona eitthvað óvartögg. Já. En eins og þú sagðir áðan þá þetta svona, stefnir allt í góðan derbyslag og þetta uppskrift af alvöru svona leik. Þetta bara frábært eins og hvoru liðinu tekst að skilja sig frá hinnu, þannig að það bara að finna góða. Fyrsta vítaskoti sem gegar hjá Njarðvíkingum. Það ekki? Gott að Bono klikkaði ekki úr einu hérna áðan held ég. Já, það. Þetta mjög vel gert hjá Magnúsi. Þarna hann segur og hann eiginlega ekki búinn að sjást í þessu leik en minnir á sig þarna. Hann gríðarlega lunginn í kringu körfuna, Magnús. Björn Kristjánsson, beint ofan í. Njarðvíkingar 4 stigum yfir, 37-33. Reggie, hann svarar. Það sem ég var að tala um liðssóknarleik áðan. Núna, Reggie driplaði boltann og hann til hann skaut. Já, þetta svolítið mikið. Svo kemur alveg það sama hjá Njarðvík. Ekki fallegur körfubolti, Logi aftur. Flýtar sér full mikið. Já. Og fá það beint í bakið. Daniel tekur tíma. Þetta var vel klára hjá Andrés var sem skoraði. Og staðan orðið jöfn. Já. Þetta hérna, eins og ég var að segja, með sóknarleikinn hjá liðunum. Þú veist, þetta ekkert slæmi skotmenn sem að klára sóknirnar. En þeir eru að gera það bara eftir bara einspil. Þeir eru ekki eins og bíða eftir hindrun, það ekkert verið að reyna hérna pick and roll. Nei, það bara farið beint í að skjóta. Já. Þetta eitthvað sem loðir við kannski svona leiki? Þú vilt taka hitta þessum stóru þristum og fá stemninguna þín megin? Leikmennir vilja, og það er svona út af því að ég hef verið báðum megin borðsins. Þjálfararnir vilja það ekki? Nei, þjálfararnir vilja það ekki. En þú varst nú sjálfur kannski svona leikmaður á sínum tíma líka? Já, ég átti það til. En það var líka mitt hlutverk að starta sóknarleik liðsins
En það svona eins og í báðum þessu tilfellum, þá eru þetta öflugir skorarar, Reggie og hann hérna Bonneau. Og það að, þú veist, þetta bara ákvörðun sem þeir taka og þeir þurfa að standa og falla með henni. Já, það er þeirra annarkvort taka þessi skot eða hægja á leiknum og fá skot annar staðar frá. En þú veist, bestu þriggjastiga skot sem hún færð er sending inn í teig og út. Já. Og það er bara marksanna mál. Það mun auðveldar að hitta úr þeim skotum heldur en af driplinu. Akkurat. Sama þó að menn sé að horfa á Steph Curry núna, en hann er nánast ekki mannlegur. Það er ekkert að miða við eitthvað svoleiðis. Hlaupa hér kæra fyrir Bonneau, þristur, steinliggur. Veist það, þetta er akkurat það sem ég var að tala um. Þarna setja þær í leikkerfi, þar sem Bonneau kemur bara beint upp. Keflvíkingar skjóta. Þannig fekk hann 2-3 hindranir, kom og beint upp og skaut. Hann sér aftur stutt svo hann hjá Keflavík, Andrés tekur hann skot. Svo kemur Logi í sama kerfi. Sér hann er komið langt út. Þetta miður, Páll. Já, sjáu þið gamla mannin. Hann er engu gleymt. Þetta er rosalega gaman að sjá þetta. Palli hefur svo lítið fyrir þessu, hann svitnar ekki eins og ný. Gaman að því núna að Palli að spila hérna með strákum sem er á aldur við son hans. Já, sem er í háskóla í Bandaríkjunum. Sonur hans Sverrir Þórs, sonur hans Ásgeir Guðbjarts. Þetta eru fyrir samherjar hans, Sverrir og Geiri. Þetta En nú aftur Njarðvíkingar aðeins að pressa á. Já. Sjáðu, það er góðu mæli. Reggie aftur. Þetta vilja þeir. Já. Þetta er góðu mælikvarði á hversu þau vel tekst að pressa, hvenær þeir ná að setja upp í sókn. Logi. Sjáðu. Já. Njarðvíkingar virðast vera skilja sig aðeins frá Keflvíkingum. Þeir eru búin að hitta núna 3 þristum. Munurinn orðinn 9 stig. Þetta vill að palla. Já. Þetta er... Hefði mátt dæma sóknarvillu þarna? Nei, ég meina hvert átti Palli að fara? Nei. Ég meina staðan var 37-37 rétt áðan og nú er þetta bara 9-0 run. Já. Reggie með frákastið, Gummi í þrist, Geigar. Björn Kristjánsson, Logi úti, Jóhann Árni í þriggjastiga. Vá, þetta var virkilega vel spilað hjá Njarðvík. Boltinn látið ganga vel, fritt skot í horninu og Jói lætur ekki bjóða sér það tvisvar. Og Keflavík missi boltan út af. Logi er að peppa stálinn í sína menn. Já. Þetta er orðið 11 stig. Það sem við vorum að tala um áðan, þetta dribbl og beint upp í skot. Njarðvík er búin að taka núna nokkra sóknir þar sem þeir eru búin að láta boltan ganga og hanga til að skotmaðurinn fær bara opið skot. Jóhann keyrir á þessu sinni. Villa, Karfa, góð. Það er allt með Njarðvíkingunum þessa stundina. Njarðvíkurstúkan enda gríðarlega ánægð með þessar síðustu sekúndur. Það er rétt 40 sekúndur síðan. Já. Já, 40 sekúndur síðan að leikliðið var. Nú er þetta orðið 14 stiga leikur. Nú er spurning hvað Bekkur gerir á Keflavík, hvort þeir leyfi þessu bara að klárast svona eða hvort að hann setur hann ekki inn á héðan. Þetta var gríðarlega erfið skot en vel gert. Enn og aftur er þetta sama. Reggie er sjálfur bara að dribbla og taka erfið skot.
Fallegt spil, Páll fær villuna. Ég ætla að segja að Þetta var ekkert annað en villa. hann flautaði svolítið seint. Mjög svolítið skrítið að hann skildi ekki flauta fyrr. Þetta var villa, klárlega. Við varum samt svolítið hissa að sjá Palla klikka úr skotið hana fyrir skotið. Já, fyrir einhverjum árum síðan hefði hann sett hennan. Maður sér það svolítið á honum núna. Hann er aðeins fljótar að þreytast. Það var þyngdarlaus hérna í gamla daga. Já. Enda ekki skrítið. Njarðvíkingar hirða frákastið, Og Logi upp í beint í þristinn. þristinn. Geigar, Páll í baráttunni. Og Njarðvík boltan. Njarðvíkingar eiga boltan. Björn keyrir auðvelt sniðskott. Algjörlega opið leið að Björn er búinn að körfunni. gera þetta mjög vel. Hann var mjög áræðinn í sínum þegar hann að sækja körfuna. Keflvíkingar virðast ekki vera jafn skipulagðir í sókninni og grannarnir í grænu. Svo 6 sekúndur eftir á skokklökunni. Erfitt skot hjá Gumma. Já, gríðarlega. Steinleikur þó. Aftur eftir einstaklingsframtak. Þetta er skotið hans Gumma. Já, hann vil taka þetta allan daginn. Jón Arnór keyrir opið skot. Björn Kristjánsson hittir þó ekki. Leikar, nú klára Keflavík hálfleikinn. Ja, maður sér að þetta er að virka. Boltinn er að ganga í sókninu Njarðvíkingum og það hefur skilað sér í þessum 13 stiga mun sem nú er. Spurning hvenær þeir ætla að taka skotið núna. Og það er Gummi aftur eins og áðan. Já, Jóhann Ráðni sendi þennan út af. Tæpar 4 sekúndur eftir. Ég veit að Jóhanni leiðist þetta ekki. Nei. Lokka þennan fyrir félaga sinn. Daniel kallar bleikan hérna í vörninni. Reggie. Þetta var ekki sniðugt. Virkilega erfið skot sem... Já, þetta var ekki sniðugt hjá Loga. Hann átti bara að láta hann vera þarna. Hann var að stökkva henni í burtu. Hann rak höndin í hann. Nú getur hann að fara með þetta í 10 stig sem er bara... sem er miklu betra heldur en þetta var áðan. Þetta er uppáhaldsregla mín í körfubolta. Og flautar Leifur og hleypur þvert yfir völlinn til þess að láta Hjört segja Gunna að setjast niður. Af því að bæði aðstoðarþjálfari og þjálfari megi ekki standa í einu. Þetta er rosalegt. Já! Þetta er Karvagóð. Þetta er ótrúlega tilþrif. Þetta var svakalegt. Þetta er snertimark hjá Páli Kristinssyni. Karvagóð, þetta var ótrúlega vel gert. Stúkan fagnar þessu. Þetta var svakalegt. Svona hefur maður ekki oft séð. Það er búið að vera náttúrulega einhver reikistefna hérna hvort að þessi 3 villur á Stevens eða ekki, en Keflvíkingar vissulega ósáttir og vilja fá þessa villu á Magnús Már Traustason. Nei, þetta er bara búið að taka mikið af þriggjastigaskotum. Njarðvík er búið að taka 20 þriggjastigaskot á móti 14 hjá Keflavík. En þeir eru með 50% nýtingu. Njarðvíkingar. Og Keflvíkingar með 3 af 14. Já. Sem er ekki gott. Og það var fyrsta sem þeir gera að taka þrist. Gummi. Og Geigar aftur. Já. En sko, eins og ég segi, þetta er svolítið mikið af þriggjastigaskotum. Þú sér að Stevens byrjar inn á. Já. Þeir eru komnir í boltinn á svæðisvörn. Keflavík komið svæðisvörn. En eins og ég talaði á, nú er bara spurning hvernig Stevens kemur
í leikinn. Þetta verður að flokkast undir góða vörn hjá Keflavík þegar Njarðvík nær ekki skoti. Svæðisvörnin virkar. Þeir fara beint á Stevens. Já. Boltinn látið ganga. Gummi sækir villu. Já, væntanlega vill á palla. Já, vill á palla. 2 skot. Þarna einhver örlítið breyttur sóknarleikur á ferðinni. Og það er kannski spurning með komu Stevens aftur, hvort eins og þú talar áðan, nú fyrir boltinn fyrst inn og svo aftur út. Já, það er bara, eins og ég segi, þetta fer allt eftir hvernig hann kemur til leiks. Hvort að hann sé eitthvað vælandi eða svektur yfir þessum 3 villum eða hvort hann ætla bara taka þetta á krafti. Nú eru sjákanir Njarðvíkingarnir eiga við þessa svæðisvörn. Já, þeir eru komin mjög langt út. Þeir eru að dribbla mikið langt fyrir utan Logi Gunnarsson. Þetta er gríðarlega vel gert. Hann pikkar þetta upp þar sem hann hætti áðan. Með erfiðu þriggjastigaskoti. Logi kom með villu. Hvað er Logi með marga villu? Já, klaufaleg villa hjá Loga. Logi kom með 3 villur. Logi fær að hanga aðeins leikur inn á, kom með 3 villur þó. Gerir Stevens á móti Páli. Frekar auðvelt. Já, þetta lítur út fyrir auðvelt en já, er það kannski ekki. Þetta er töluvert auðveldara heldur en hitt og þriggjastigaskoti aftur á móti. Þarna virtist Bono hafa fiska þriggjastiga villu. Ég er svolítið hissa á þessu. Þetta sem maður yfirleitt dæmt á. Nei, ég menn það er kontakt. Annarkort er sóknarvilla eða villa varnarmann. Þetta var furðulegur dómur. Eða no call frekar öllu heldur. Já. Það er ekki nægilega rætt hjá Njarðvíkingum. Mikið verið að rekja boltan. Jóhann Árni upp í þrist. Stuttur. Hraðuplaup. Stoppar í þriggjastiga. Nær sínu eigin framkvæmsti. Já. Róar kannski leikið niður núna, en þetta er kannski eitt fyrsta hraðuplaupið í leiknum jafnvel. Gummi fer auðveldlega körfunni, leggur hann ofan í. Já. Þannig var allt galopið. Njarðvíkingar eru ekki alveg að finna taktinn gegn þessari svæðisvörn. Sammála því. Þeir svæðisvörnir, þeir eru koma mjög langt út. Glæsileg sending á Bono. Vel leyst. Þetta er það sem ég ætlaði bara að segja. Svæðisvörnin á Keflavík er að segja við ætlum ekki að leyfa ykkur að skjóta utan að villu, okkur er alveg saman hvað við gerum inn í teig. Þannig að þetta er... Það væri kannski ekki svo galið hjá Njarðvíkingum að sækja þá á Stevens inn í teignum með sína 3 villur. Það er svo gaman að fylgjast með Palla. Við vorum að leggja staðið í sóknina, hann var ekkert að drífa sig. Hann er rólegur í tíðinni, Páll Kristinsson. Logi aftur fyrir utan. Logi er magnaður, hann er alveg magnaður. Hann elskar svona leiki, Logi Gunnarsson. Hann vil hafa miklu meiri stemning heldur en þetta. Og hann er að reyna að búa hana til. Glæsileg pikk og ról hérna hjá Bandaríkjamönnunum. Þetta var mjög vel gert. Nú var maður aðeins að sjá smjörþefin að því svona þar sem Stevens kemur með til borðsins. Já, ég er hérna, maður segja alinn uppið. Þú leyfir ekki manni að klára skotið ef þú ætlar að brjóta á hann. Keflingar hafði sýndu það henni fyrir hálfleik. Þeir tuskuðu menn til þegar þeir ætluðu að klára eftir brot. Já, eins og þannig að þú leyfir honum ekki að klára hreyfinguna ef þú brýtur á honum. Þú sér til þess að hann ná ekki skotinu, þannig að það þarf allan að taka 2 víti til þess að fá
Þú veist, þeir rétt klöppuð honum bara svona. Keflingar með ákafa vörn. Það er rétt. Njarðvíkingar tapa boltanum. Það er svona gildröðan í horninu þannig. Daði Lár skilinn eftir fyrir utan. Hann lætur ekki bjóða sig það tvisvar. Nei, sko, Daði er oft of ragur að skjóta. Hann má gera mun meira af þessu. Hann tekur hlutverk sem stundum aðeins of alvarlega sem leikstjórnandi. Logi er hvergi hættur. Hann heldur áfram að skjóta. Ég bjóst nú við að þetta væri Roni. Guðmundur Jónsson. Hann er að bíða eftir stemningstristinum sínum. Ja, Gummi er... Já... Ég er ekki viss að hann sé búinn að skora þriggjastaða körfu, Guðmundur. Nei. Ég leita aðeins upp. En hann hættir ekkert að skjóta. Nei, ég leita aðeins upp. Ég var að sjá hvað var að gerast þarna undir. Já. Nei, Gummi var með 0-4 í fyrri hálfleik. Hann er allavega búinn að taka 2 ef ekki 3 í seinni hálfleik. Hann er þannig leikmaður sem að leitast eftir að skjóta sig í gang. 3 sekúndur eftir á skokklökunni. Logi sömuleiðis, þetta var ekki skynsamlegt skot. Það var 3 sekúndur eftir, hann var að klára þetta. Nú er dæmt óíþróttamannsleg villa á Hjört. Þannig sá ég ekki alveg hvað gerðist. Nei, ég tók ekki heldur eftir. Þeir voru eitthvað að kýtast upp völlin greinilega, hann og Stevens. Nú var Keflavík 2 skot á boltan aftur. Njarðvíkingar leiða þó með 10 stigum. Þrátt fyrir svona Keflingarnir virðist vera að koma ferskir til leik sem það í seinni hálfleik. Alltaf gaman þegar leikurinn stoppar svona. Þá fara leikmenn til dómarann og segja svona, já en hann ýtti mér á þann og var svona aðeins að væla. Þetta er stór hluti af þessu. Nú láta keflvískir áhorfendur loks heyra í sér. Vel gert hjá Daða Lár, virkilega vel gert. Daði Lár komið með sjálfstraust. Já. Þetta var glæsilega gert. Þetta var ekki auðvelt skot að klára. Nei, þetta var virkilega vel gert hjá honum. Og Hjörtur er að missa boltan. Aftur fyrir miðju. Aftur fyrir miðju á Njarðvík. Stemningin öll Keflavíkur megin. Já, Daniel biður leikliðan. Skiljanlega. Gestir nú Njarðvík leiða þó með 7 stigum. Ég ætlaði að segja með Daða Lár áðan þegar hann er að sækja körfunni. Það sem að hann er virkilega góður í. Hann dripplar svo lágt frá gólfinu. Já. Það er svo ótrúlega erfitt að ná boltanum á honum. Og hann bara skýst. Það var einhver sem að reynda að ná boltanum á honum. Ég tók ekki alveg eftir hver það var. En þá bara komst það fram hjá honum og alla leið upp á körfu. Maður mætti gera meira af þessu strákur en hann hefur svona einmitt kannski seint meira varna hlutverki í þessu Keflavíkur liði en er frambærilega sóknarmaður. Já, virkilega. Hann það bara sjálfstraustið, það bara bústa það upp. Maður finnur það svona aðeins, það er aðeins að hitna hérna í sláturhúsinu og við vonandi fáum bara spennandi lokamínútur. Það sem að bæði lið sennilega vilja, þó þeir náttúrulega vilji sigurinn og allt það, en maður vill fá spennu í svona leiki. Ég meina, þegar þú ert að spila svona leik eins og þetta, það er alveg örugt á tapar eða þú ætlar að fara að verja eitthvað forskot. Það er alveg klárlega ert á rangri hillu. Eru Njarðvíkingar alltaf að sækja. Nei, þeir eru ekkert að verja neitt sko. Þeir eru alls ekki konur í þann bakka, en ég bara segja að þeir En þeir eru ekki að leysa kannski þessa svæðisvörn hjá Keflvíkingum nægilega vel. Guðmundur skýtur aftur og þarna kemur loksins karfan sem hann hefur beðið eftir. Fyrsta ofan í 8 tilraunum. Þannig að samkvæmt okkar tölfræði
Stevens, hann gefur ekkert eftir í vörninni þó að setja á hann 3 villur. Þeir eru komnir í maður og mann aftur Keflavík. Njarðvíkingar eru örlítið ringlaðir. Gummi vís til þess að skjóta aftur. Já, hann er alveg til í að taka annað skot. Daði kominn á bragðið. Nú er Gummi að fara að skjóta. Sér hann? Já. Þetta er skref. Hann var full graður þarna. En er Bono alveg undir ströngu eftirliti frá Reggie. Já, þeir halda áfram. Þetta er gríðarlega vel gert, maður. Þetta var eins og götukörfubolti. Hann ætlaði að fara með hann þarna að körfunni. Var það Gummi sem fekk villuna? Sá ég það ekki alveg. Ég held að hann hefði fengið sína aðra villu. Bono tók 9 vítaskoti fyrir hálfleik. Já. Ég held að þetta sé nú fyrsta skiptum að fara á línu núna. Hann er aðeins búinn að misnota 1 vítaskota í 11 tilraunum. Boltinn gengur vel. Hann er Hjörtur ekki að gefa neitt. Nei. Magnús Már Traustason hamraður hérna í teignum. Magnús með 2 vítaskot. Þetta er bara fjárhagslega munur, getur allt gerst í þessu. Bono hangir þarna en náði ekki að klára. Nei, þetta var gríðarlega erfitt. Stevens. Snjólfur hann í frákastabaráttunni. Rosalega barátta í Snjólfur, rosalega. Hann er gríðarlega frákastar þessi strákur. Já, hann er flottur. Svona í þessum haldursflokki hefur hann kannski ekki burðina í það en hann er ótrúlega naskur tímasetningum og baráttu í frákastum. Og flottur strákur. Gaman að sjá hann. Sér að Reggie er límdur hérna við öxlina á Bono. Lendir hann á vegg í hirti. Björn, opinn þristur, hittir ekki. Hann náði ekki að setja þennan niður. Leita niður á Stevens. Magnús Már Traustason. Þetta er bara orðið einstegsleikur. Það var allt að gerast. Nú fer að hitna í kólunum. Hjörtur með fallega hreyfingu. Mjög flott hreyfing á Hirti. Sjálfur draumurinn Hakim Olajuwon hefði verið stoltur af þessu. Hann er einhver gleym. Nei, þetta var frábær hreyfing. Reggie reynir erfitt skot, þeir voru búin að vera að láta boltan ganga vel fram að þessu í sóknarlínum. Bono, erfitt skot, kannski ekki svona með hans kaliber en hitt ekki þessinni. Gummi Jóns, já. Gummi jafnar leikinn. Já, tekur dansinn, hann er kominn í gang.
Adam meiður, ungi strákurinn. Þetta er alveg magnað hvað liðin eru búin að taka mörg þriggjastigaskot. Stevens þarna er hann illviðraður. Keflavík komið yfir. Já, Keflingar er komin yfir. Og Njarðvíkingar örlítið slegnir. Frábær vörn hjá Gumma á móti unga stráknum. Þetta er sko þriggjastiga skotnýtingin hjá liðunum núna. Sko Keflavík er komið í 31% og Njarðvík er ennþá í 41% en var í 50% áðan. Já, sem er reyndar nokkuð góð nýting. Já. Keflingar freista þess að bæta við fórstu sína. Retzi, fallegt snöggskot. Gríðarlega fallegt skot hjá Retzi. Adam. Það munaði engu þarna. Keflingar eru 4 stigum yfir þegar síðasti leikluti er aðeins eftir. Já. Þetta verður spennandi fram á síðustu mínútu. Þeir sneru þessu algjörlega við. Þetta er þvílík sveifla hérna í 3. leikluta. Þetta er svaka, ég meina staðan var 57-44 í hálfleik. Já. Þú sér það, Keflavík er með 29 stig í hálfleiknum, eða ekki? Jú. Þeir fóru í gömlu bókina Sigga Ingimundar og setti í svæðisvörn í byrjun og þeir slóðu Njarðvíking aðeins út af leginu. Já, Keflavík er 7 af 22 í þriggjastiga. Og Njarðvík er 12 af 30. Hvernig finnst þér leikurinn hafa breyst eftir að Stevens kemur núna aftur inn? Ég menna þeir hérna það fer miklu meiri fókusi á vörninni í Njarðvík að passa hann. Þeir verða að vera meðvitaðir af honum inn í teig og hérna þeir skal ég segja þér og þá losnar hina úti sko og þá gefur þeim tækifærið svona meira andrými til þess að í sínum aðgerðum. Á sama skapi vörnin hjá þeim Keflavík getur farið miklu meira út að þeir treysta honum alveg fyrir aftan sig sko. Akkurat. Retzi hittir ekki. Stevens skoraði 9 stig í þessum leikluta. Hann skoraði bara 2 í fyrri hálfleik. Já. Munar mikið svona mann sem hefur gjörsamlega farið hamförum í deildinni. Þetta er athyglisvert núna. Núna eru bæði Logi og Bonneo út af hjá Njarðvík. Og ég spyr sjálf á mig núna, hver er að fara að slúta sóknunum hjá Njarðvík? Palli er inn á. Björn Kristjánsson er nú fenginn til þess að spila einhverja rullu hjá Njarðvíkingum. Það er spurning hvort að hann taki það að sér. Adam heiður í horninu. Já, vel gert. Vel gert hjá kjúklingnum. Þetta var virkilega vel gert. Hrifinn á þessu strák. Hann kemur bara inn á til þess að skora. Hann er algjörlega óhræddur við að skjóta. Já. Sjáum hérna Jón Arnór Sverrisson, son Sverris Þórs, fyrir hérna varnar í axl. Sjáu hvað Palli þarf að gera. Palli þarf að svona gefa honum meterinn og hann dribblaði alltaf nær og Palli bakkaði til hann
skaut bara fyrir innan vítalínu. Vel gert hjá Birni. Frábært. Þetta er Karfagóð. Þetta er einmitt það sem við vorum að tala um. Hann þarf að taka skarið þegar hinn í bakverðinir eru út af. Og þá ætla Logi að skipta við Björn núna. Einmitt, þegar við vorum að hæla honum svona, þá var hann bara kippt út af. Við verðum að passa okkur hvernig við tölum um mennina. Já, þetta er... Jafnleikur, aftur. Þetta er bara eins og þetta á að vera. Þetta er, eins og að segja, skrifað í skíin. Þetta, við höfum nú fengið nokkra flautukorrunar gennum tíðina í þessum leikum. Njarðvík er komið í svæðisvörn aftur, 2-3. Nú er hann komin í gang og þeir eru ekkert að fara að ráða kannski við Stevens í einhverjum ham. Nei. Men hann er komin í 15 stig. 13 í þessum hálfleik. Logi reyndi að sækja villuna en... Skrikaði fótur. Vill á Jón Arnór. Núna ennþá meira kjöt í tegnum hjá Keflvíkingum. 2 turnatal. Davíð Páll og Ami Stevens. Ágúst Orrason. Svo vorum að tala um Daða áðan. Þetta er Njarðvíkingar ekki sáttu við. Virtist vera lögleg vörn hjá gamla manninum. Þetta var svolítið sérstakt. Ég ætla að segja þarna með Daða Lár áðan. Hann hérna keyrði hérna inn í teginn alveg á fleygiferð. Og eins og hann hugsar stundum oft um sendinguna fyrst. Þarna átti hann bara að fara alla leið. Það var enginn sem ætlaði að stoppa hann. Það var alveg upplægt færi. En hann ætlaði samt að gefa hann. Það er hann spurning um sjálfstörðstöð eins og nefndir réttilega áðan. Þetta var eins og maður kallar, segir stundum soft villa kannski á Balla Kristins þarna. Hann er... Þetta er gríðarlega flott hreyfing. Reddi skildi hann eftir í ríkinu þarna. Það þarf einhver að fara að reyma skóna betur núna. Þannig tókst eftir því áðan, það var alltaf bara 2 hendur sem voru alltaf fyrstar upp í frákastinn. Það voru hendur Amin Stevens. Já, hann bara gnæfði yfir menn þarna í tegnum. Og nú þessar 3 villur sem komið þannig í fyrirháleik, þær fógnar út um gluggann og... Þær hafa ekkert valjú núna sko. Það er fullt af leikmannum með 3 villur núna. Já. Wow! Þetta var svakaleg vörn. Nú er Njarðvíkingarnir orðnir pirraðir. Já, þetta er það eina sem vantaði í leikinn. Það var tróðsla. Reddi að sína þvílík tilþrif hérna á þessum síðustu sekúndum. Sjáðu hvað þetta er allt erfitt hjá Njarðvíkingunum. Núna hafðist þetta. Það þarf að hafa mikið fyrir þessu. Sóknarleikurinn er búinn að vera mjög erfiður. Leita Stevens, boltinn fær að ganga. Opið skot hjá Daða Lár. Vill á Ágúst, klárlega. Sjáðu þegar Stevens vekk boltann hann niður á blokkinni, þá voru þau komnir 2 í hann. Og það ert ekki að vera sleipur í starffræði til þess að fatta að það er einhver laus einhver staðar. Og endanum verður opið skot og það gjörbreytist leikurinn bara þegar hann er komin inn á fullu krafti. Þeir eru samt ekki nógu duglegir að láta Keflvíkingar láta
Láta Reggie vita hindrunum þetta er þriðja skipti sem hann fer inn í blind screen sem kallaði. Já, hann er hraustur strákur og hann tekur þessu en það er ekki hver sem hann geti hlaupið á þennan veginn. En þarna var Bonni óheppinn að klára ekki færið á hann. Já, uppkast. Hjörtur greipum boltann og þetta er svolítið sérstakt. Ég hugsa að þetta sé fyrsta skipti sem að er uppkast, eða ekki? Þeir reytaraborðið á að vera með þetta. Treystöðum fyrir verkefninu. Njarðvíkingar eiga boltann og þeir þurfa stóra körfu. Jóhann Árni upp í þrist. Hittir ekki. Þú lifið og deyrð með þristinum. Stevens með stökkskot. Þeir vilja leyfa honum að skjóta þarna eins og nefndir þarna upphæfi leiks. Nú bara 5 mínútur eftir að leiknum. Núna á Logi. Virkilega erfitt skot með höndina alveg í andlitinu. Þetta er dálítið tilviljun að kennt hjá Njarðvíkingum í sókninni. Já. Það er Logi Bonó sem að Magnús galopinn. Við erum búin að vera að svolítið síðan að skórað. Já, næsta kara getur bara skipta hans miklu. Jóhann átti, aftur. Ja. Það gerir Reggie. Hjörtur þarf að kljást við Stevens, aftur með stökkskot en hittir. Njarðvíkingar að taka leiklið núna. Akkurat, Njarðvíkingar þurfa á körfu að halda hér. Frábært crossover en og aftur er Bonó að lenda í vandræðum. Keflingar eiga þennan bolta. Þetta er of mikið að dreifla. Rétt rúmar 4 mínútur eftir. Keflingar eru 6 stigum yfir. Vel gert hjá Daða að ná þessu. Eitthvað. Reggie upp í þristinn. Hittir ekki. Þetta virtist nú vera villa. Logi með langan tvist. 4 stiga leikur. Vel gert hjá Daða. Virkilega vel gert. Daði virðist hafa þessa möguleika að keyra í körfunni. Nú er hann aftur að nýta sér þetta. Ég meina hann er bara frár á fæti eins og sagt er. Já, Njarðvíkingar virðast ætla að gefa honum ekki of mikinn gaum og þá getur hann refsað þeim svona. Já. Klikkar á vítinu. Aftur 6 stiga leikur. Fjórtán sekúndur eftir á skotklukkunni. Guðmundur Jónsson er ekki sáttur þessa villu. Ekki mikið sem að hægt að dæma á þannig. Það er mjög sjaldgæft að finna leikmann í körfubolta sem er sáttur við að fá dæmda á sig villu. Já, það er kannski mikið til í því.
Það átti kannski rétt á því hana, það var ekki mikið í þessu. 2 vítaskot hjá Loga. Hann misnótar seinna, 5 stiga leikur, 3 mínútur eftir. Já, bara 3 mínútur, já. Núna fer hver possession að skipta máli eins og sagt er. Njarðvíkingarnir þurfa að stoppa. Tæknivill á Stevens. Hann byrjaði að tauta í dómaranum í staðinn fyrir að halda áfram. Já, þetta er svakalegt maður. Hann hefði getað náð jafnvel frákastinu þannig. Hann hefði átt að vera að berjast frákastinu í staðinn fyrir að röfli dómarinn og fær dæmt á sig tæknivillu. Þetta gæti reynst dýrkeypt fyrir Keflvíkinga en... Ég var að tala um stopp rétt áðan. Og nú fær Njarðvík 1 vítaskot og boltan. Þannig að þetta getur orðið 4 stiga sókn. Það gæti orðið 5 stiga sókn ef það broti á einhverjum í 3 stiga skoti. Maður veit að Loga og Bonno þá klæjar í fingurna að setja frist sem að kveikir í stúkunni. Talandi um svona, þú veist, hver er með mómentið. En ef að Njarðvík skorar núna þá er dæmt vill á Njarðvík. Þannig að var að losna Loga hann. Já, nú er þetta 2 skot. Guðmundur Jónsson með 5 villur. Já, það er klappað inn í Argustúkunni. Herri Danna þjálfara, við verðum að nota þetta. Momentið er með okkur saman. Tveggja stiga leikur. Svona viljum við hafa þetta. Nú er alveg stemning. Já, þetta er bara eins og þetta á að vera. Fólk er að standa upp í sætunum hérna. Þetta er klárlega villa. Þetta var skemmtilegt. Davíð átti dómari átti einhverjum erfiðleik með að sína á putanum á sér. Stevens ætlar að sækja. Logi fær hann að högg, stendur það af sér. Ég ætla að segja, fór boltinn í ringinn. Logi fekk hann að vænt höfuð að högg. Þeir fengu nýja, Keflavík fekk nýja skotklukku. Ég er ekki viss að skoti hjá Magnúsi Má hafi... Nei, þeir eru búin að endursetja skotklukkunni á 8 sekúndur. Keflavík tekur leikhlé. Hvað heldur að Keflvíkingar gerir núna upp úr þessu leikhlé? Núna eftir eina eða 2 sendingar á enda boltinn inn í teig hjá Amin og hann á að setja niður. En það er virkilega vel gert hjá Njarðvík að fá Hjört inn í teig hérna fyrir þennan leik. Villa dæmd á Hjört. Ég er ekki alveg seldur strax svona. Þetta er ekki mikil villa. Alveg. Þannig að virtust þeir báðir bara vera að berjast. Já, þetta er bara stöðu barátta. Hann er svo sveittur strákurinn að hann þarf að fá að þurrka á sér hendurnar. Hjörtur er komið 4 villur. Hann misnóta fyrra skotið.
Seinna líka. Þarna vilja menn fá villu sem að telja að vera ítt á baki og hýrti. Að leita hann út. Daninn mjög ósáttur á bekknum. Magnús Már, 3 stiga skot. Hittir ekki. Njarðvíkingar hreinlega ná ekki frákasti. Jóhann Árni. Þvaga í teignum. Menn byrjaði að floppa. Pústrar, það eru pústrar. Herðu, einn dómarinn sendi hendina upp með nefa, það þýðir að það er brot. Það er mjög fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þessu. Þannig var Jóhann með boltan og menn lögðust yfir hann og... Það er... Sjáðu, nú kemur hann. Stevens er farin út af með 5 villur. Með Stevens sem fær villuna. Var þetta ekki 4.? 5. Hann fekk tæknivilluna. Jæja. Þannig að Amin Stevens er farin á leikvelli. Það er 1 mínúta og 49 sekúndur eftir. Í stöðuna 85-83. Og Jóhann Árni á 2 vítaskot. Þetta er alveg körfuboltaleikur eins og þessir El Clasico leikir eru. Það er einn dómarinn sem ætlaði að dæma uppkast. En svo kom annar dómari og dæmdi villu. Og þá er það sterkari dómarinn sem ræður. Jóhann klikkar á fyrra skotinu. Og Jóhann ákveður að klikka á þessum 2 vítaskotum. og 40 eftir, Keflvíkingar 2 stigum yfir og eiga boltan. Reggie Dupree með risakörfu. Reggie tekur 2. Svílíkar hræðjar á manninum. Svona stiga menn upp. Rosalegt skot. Bono, allt og erfitt skot. Þetta er bara vitleysa. Hann á ekki að sætta sig við þetta skot. Njarðvíkingar geta ekki sætt sig við svona galið skot. Daði Lár keyrir aftur. Magnús Már Dautarsson fer langt með að klára þetta fyrir Keflvíkinga. Keflavík svaraði þessum dómi allt svakalega. Arisi að fætur. Bono tekur upp boltan. Réttir Loga og Logi með erfiðan þrist. Hittir ekki. Daði lánaði boltanum. Og vill á hjörn. Njarðvíkingar brjóta. Þetta er orðið bratt og sleift fjall fyrir Njarðvíkinga. Já, þetta er orðin brött brekka. Hjörtur líkur sinni vakt. Mínúta eftir 6 stig. Daði Lár á línunni. Setur fyrir á vitinn yfir. Hann er komið virkilega sterkurinn inn í síðara hálfleik. Já, hann er bara búinn að vera flottur í þessum leik. 7 stiga munur, Njarðvíkingar. Nú er að döða að dreipast. Logi, Jóhann Árni. Varið skot. Keflavík nær boltan. Þannig byrjaði Ágúst að fagna og snemma. Það var nána skellilegandi að fyrir boltan. Hann kom með glott á andlitið á honum. Djöfissi skýta glott á honum. Átti skilið með þessa boltan. Bono. Þetta er alltaf erfitt. Snjólfur. Nei. Snjólfur klikkar á layupið. Lánleysi Njarðvíkinga algjört inn í lokin. Þetta var svakalegt. Og þeir brjóta á Daða. Jæja, þarna fór þetta hjá grænum. Núna getur Ágúst fagnað. Andaléttar. Þetta er svakalegt. Þetta verður sérstaklega sætt fyrir Keflvíkinga. Þeir voru að elta þarna. Munurinn fór í 15 stig. Já, en þetta er ekkert búið í hálfleik, sko. Ég meina, þú sjá það vantar þeirra hættulegasta vopn meiri hlutana fyrir hálfleik. Algjörna lykilmann sem er Hann hittir aftur 1 af 2.
Logi tekur þriggjastiga. Logi ekki hættur. Þetta 5 stig. 5 stig. Þetta ekki búið. Njarðvíkingar verða að brjóta. Þetta alveg ótrúlegt að sjá. Akkur brjóta ekki á mönnunum. Algjörlega galið brjóta ekki þarna. Jóhann klórar í bakkan. Aftur 5 stig. Það ekki að skila sér til leikmann inn á vellinum að þeir þurfa að brjóta. Þeir áttu að brjóta á þann. Þarna verða reyndari leikmenn að taka á skarið og brjóta eins og skot. Stöða tíman. Ja, 19 sekúndur eftir, það getur ýmislegt gert á 19 sekúndum en Daði Lár aftur á línunni. Hann hittir. Þetta er 2 possession game eins og maður segir. Já. Daði breytið í. Núna setur hann bæði. Og Logi lendir hér á Davíð Pál. Baráttan skila boltanum Keflvíkingar. Bono, Njarðvíkingar gefast ekki upp. Og hann hittir. Lekur ofni. En þetta er of lítið og of seint. Já, þetta er 4 stiga leikur og 5 sekúndur eftir. Það er mjög litla líkur á þeir náðu þessu. Já. Lítur allt út fyrir það. Keflvíkingar sé á leiðinni í 16 liða úrslit bikarkeppninni. En þetta hefur verið... Þegar að það er hérna... Það er eiginlega bara nógu tími til þess að... Ég veit ekki hvort hann er leikli eftir, sem að náttúrulega ef hann hittir þá getur hann byrjað hérna á sóknarhelmingi. En þetta er bara of lítill tími til að skora 2 korfur, sko. Út af því að það er 5 stiga munur. Spurning hvort hann setji svo seinna eða... Það er sjálfsögðu. Keflvíkingar er að landa þessu. Snjólfur með skot. 6 stiga Keflvíkingar vinna gríðarlega sterkan sigur. Já, þetta er náttúrulega... Þetta er rosalega erfitt og verður eins og þegar í byrjun útsendingar þegar ég sagði það er svo erfitt fyrir Njarðvík að við erum ekki með öflugan eða stóran leikmann. Ég er ekki að tala niður til Palla og Nei, það er... Og Hjartar. Þannig er sjálfsögur búinn að missa Corbin Jackson sem var ansi öflugur síðast þegar þessi lið áttust við. Já. En svo náttúrulega bróðurpart leiksins er Stevens ekki með hjá Keflvíkingum. Þá nær Njarðvík upp þessari fórystu. En því líkur karakter hjá Keflvíkingum að koma tilbaka. Já, ég meina eins og ég sagði hvernig kemur Stevens til leiks. Ég meina alveg eins og þú vilt að hann gerir, hann gerði það eins og þú vilt að hann klára leikinn. Hann bara umturnaði leiknum í seinni hálfleik og hann klára leikinn með 90 stig. Njarðvíkingar eru samanskapi að taka fullt af erfiðum skotum og reynilega drepast með 3 stiga skotunum sínum. Það er þetta er bara flókið, það þarf líka að hitt úr þessum gríðarlega erfiðu skotum eins og Bonneo var að taka. Hann fekk nánast ekki frítt skot í seinni hálfleik. Hann finnst að hafa fyrir þeim öllum. Svo sjáum við hérna, ef við kíkjum aðeins á tölfræðina, Reggie Dupree, stórkostlegur í þessu leik, skorar 28 stig. Hann er með 11 fráköst, strákurinn, og spilaði náttúrulega vörn bara... hann er eins og handboltaleikmaður sem spilar einungis vörn, verið stoltur á þessu framlagi hjá honum. Að mínu mati reynilega maður leiksins, Reggie Dupree. Já, klárlega. Og Stevens var með 19 stig og 8 fráköst á tæpum 22 mínútur. Já, hann er með næst mest framlagi í Keflavíkurliðinu. Kemur hann niður 8 fráköst og
Svo skoðum Njarðvíkurliðið, þar Bono með 27 stig. Svo við tölum þurfti hann aðeins að hafa fyrir sínum skotum, hann hittir illa úr 2 stiga skotunum sínum, hittir aðeins úr 1. 1 af 7. En 50% í þristunum. Já. Sótti mörg stig af línunni. Með 14 vítaskot, 13 ofan í. En ef þú skoðar hinna, Logi með 12 þriggjastiga skot, hittur úr 5, sem allt í lagi í nýting, en þetta mikið af skotum. Jóhann Árni 2 af 6 í þristum. Já, 40% nýting í þriggjastiga ekki það slæmt, Njarðvíkingum, en... Nei, en þetta allt erfið, þetta gríðarlega erfið skot. En þetta mjög mikið af þriggjastiga skotum, 38 móti 27 hjá Keflvíkingum. En Keflavík með mun verri nýtingu, sko. Þeir eru með 26% þriggjastiga nýtingu. Þú að reyna að finna ykkur að hérna í viðtölu eftir leik. Bara takk hérlega fyrir samfylgdina, Falur. Gaman að vera með þér hérna í þessari fyrstu tilraun útsendingu okkur vikufréttamanna. Þetta var bara mjög gaman. Og við getum ekki beðið meira, hörkuleik. Já, þessi sigur gat endað hvorum megin sem Frábært, takk fyrir mig. Takk fyrir.